Komið sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðvarpi söguskoðun. Við erum mættir hingað aftur við félagarnir Andri Jónsson og Ólafur Hersir Arnaldsson. Komdu sæll Ólafur minn. Blessaður. Já, við erum komin hingað í 81. þátt hlaðvarpsins. Við vorum hér í síðasta þætti að halda upp á 80 þátta afmæli okkar. Já. Og vorum að ræða gítar. Svolítið óvenjulegu þáttur í síðasta þætti. Já, það var það. Ég var að hlusta að sá hann mitt bara áðan. Ég veist það líka skemmtilegt að taka þetta eitthvað svona öðruvísi. Þetta held ég að komið svo sem fólk er svo óvart að þetta í huga fara alltaf að tala eitthvað sögu gítarsins. Það er líka, sko, það er auðvitað líka eins og ég var að tala við vin minn sem hafði hlustað á þáttinn og og hann var að segja við mig, sko, þú veist, já, þetta var náttúrulega sagfræði, þetta var náttúrulega saga, skilur, þú voru að tala sagfræðilegt málefni þetta í sem þætti og ég auðvitað, já, það er alveg rétt, sko. Og það er auðvitað það sem er auðvitað góða punktur af því að, sko, og það er kannski alltaf það sem mér hefur alltaf þótt svo heillandi með sagnfræðina, skilur, er að hún getur fjallað allt. Já. Og þú veist, það er alveg sama hvort það sé, ef þú hefur áhuga á pólitík, eða þú hefur áhuga á tækni, eða þú hefur áhuga á stríðum, eða þú hefur áhuga á félagslegum samskiptum, eða þú hefur áhuga á feminisma eða skilur, sama hvað það er, skilur, eða tækni, skilur, einhvern hlutum eða skilur, eða tónlist eða whatever, það er alltaf til saga einhvers. Nákvæmlega, alveg svona hvað það er, eins og bara bókmenntir. Eins og til dæmis bara, ég voru gaman af Tolkien. Já. Og svona ævintýrabókmenntum og slíkt. Til dæmis, það er alveg heilmikið rannsóknarefni og menn að skrifa fullt af ritgerðum og bókum og hinn og þessu bara sko þessa sögulegu mynd Hringadróttinssögu til dæmis. Já, já. Áhrifin sem Tolkien var fyrir til dæmis andstaða hans við iðnbyltingun og nútíma samfélagið, hvernig sko hann var fyrir áhrifum auðvitað líka fyrir heimsstyrjöldin og slíkt og allt þetta er skrifað beint inn í Hringadróttinssögu og hans ævintýraheim. Já. Og þetta er bara svona eitt dæmi það, hvernig þú tengt sagnfræði við eitthvað sem já, kannski yfirborðinu er bara einhver einföld ævintýrasaga. Já, já. Þess vegna er sagnfræði þetta svolítið svona, hún er svolítið svona faðir eða móðir allra fræðigreina, sko. Nei, ég segi það. Áttu ekki með guðfræðina? Nei. Ferður hvernig lítur á, getur líka sagt heimspekin, sko. Nei, þetta er alveg góð punktur hjá það vegna þú saga alls, það saga einhverja banka eða saga verkfræðinar eða bara nefndi að þú saga landafunda, saga skipasmíða, það er allt á sér einhverja sögu. Þú getur verið algjört nörd í einhverju, sko. Já. Nörd, sko, í einhverjum lestum eða eitthvað, sko. Já. Járnbrautum eða eitthvað og svo ertu kannski bara með doktorsgráðu sagfræði, sko, búin að skrifa einhverja en auðvitað er það náttúrulega líka náttúrulega aðferðafræði og annað sem er sérstakt fyrir sagfræðan auðvitað sem en það er kannski svona viðfangsefnið þetta getur verið hvað sem er og það er einmitt það sem er áhugavert við sagfræðin og skemmtilegt. Og eins líka bara skjóta hérna einu, ég til dæmis, ég er náttúrulega hvorki geðlæknir né sálfræðingur, en mér finnst bæði saga geðlækna og saga sálfræðinar er mjög áhugaverð fyrirbrigði, þannig ég til dæmis verið að lesa dálítið sérstaklega sögu svona hernaðargeðlækna og hernaðarsálfræði. Það er til dæmis stór merkilt fyrirbrigði og þá sér maður þá til dæmis þess að hugtök eins og áfallastreituröskun, PTSD. Það er hugtak sem ásá okkur sögu og er til dæmis líka alveg, og nú er ég auðvitað ekki við að það sé ekki til þetta fyrirbrigði, er það til, en til dæmis af hverju það kom á sínum tíma og skilgreint á sínum tíma í kjölfar Víetnamstríðsins var alveg rampólitískt, þú vantaði með einhverja greiningu fyrir hermenn sem höfðu orðið fyrir áföllum og það þurfti einhverja greiningu þannig að hægt var að koma á einhverju bótakerfi og hlúa að þeim. Á meðan að til dæmis í Napóleónstríðunum var þetta fyrirbrigði áfallastreituröskun kallað nostalgía. Já. Nostalgía.
einmitt og svo þú veist þessar hef ég líka svo gaman hugmyndasögn hugmyndasögn er eiginlega mitt já. svona uppáhalds fræðasvið kannski innan sagfræðinar það er svona En þú getur já, þú getur auðvitað líka þú getur spjallað við guðfræðinga skilurðu, verandi sagfræðingur og haft gaman af skilurðu fortíðinni og svona hugmyndum og lærdómi fyrir alda og líka við heimspekinga skilurðu, já, þú finnur alltaf sameiginlegan vettvang með svo mörgu sko en algjörlega. þetta er það ekki algilt skilurðu, ég menna þú veist Nei, þetta er alltaf okkur takkmörk fyrir því. Er það samt þú? Við erum samt inn á okkur sem meðust alveg rétt að ok, sagfræðin allan að víðar margt annað. Þá við, þú far fleiri tengingar. Ég veist kannski líka því að það er svo stórt eða þú veist, það er svo víðfemt. Þú getur alltaf það takir svo eitthvað grunn okkur þannig en það er eins og þú segir, þú veist, þú sér eftir í ykkur rosalega litlu sem bara þú hefur brennandi áhuga á. Ég man sko þegar ég byrjaði sagfræði námi það var 2009 það var fyrsta árið eftir hrun og það var alveg, held ég, bara stærsti árgangur allavega fram að þeim tíma og ég gerir ráð fyrir að það hljóta að verið stærsti af því að þá voru svo margir sem höfðu ekkert betra að gera heldur en að fara í nám, sko, var sagt þess vegna var þetta svona óbúslega stóra árgangur, sko rosalega margir sem fóru í sagfræðina, sko einmitt og og svo ráma minn og ég að það hafi kvarnast vel úr sko eftir fyrstu önnina og fyrstu tæranirna sko já. minni mig sko mitt. En hvað ætlum við að tala um í dag, Ólafur? Við vorum að sem sagt að ræða um gítar og ætlum að fara aftur í svona aðeins og kannski á kunnulegri slóðir við ætlum að tala eins um stofnun sem að og það kannski þetta kemur líka þessu sem við erum að tala um að sko, við ætlum að tala um Rauða krossinn fyrst og fremst, við ætlum að tala um líka tengd atriði. Rauði krossinn er sko samtök sem eru virk og starfa í samfélaginu í dag og allir vita hvað Rauði krossinn er en við ætlum að tala svolítið um þetta svolítið á sögulegum forsendum, þannig hér er einmitt enn eitt dæmi um það að þú getur verið sjálfböðulegið Rauða krossinum og haft brennandi áhuga á Rauða krossinum og svo langar ég kannski að fara í sagfræði þá getur þú fara að stúdera sögu Rauða krossins Já, nákvæmlega og skrifa B.A.-ritgerð og mestarritgerð og síðan doktorsritgerð í því Einmitt, nákvæmlega. Hvað ætlum við að tala um í dag? Já, ég sá það fyrir mér, þú veist, ef við ætlum að tala um Rauða krossin þá getur maður að hoppa þá bara tilbaka og byrja kannski á honum Henry Dunant, ég ætlum ekki að reyna að taka frönskunu sko, en þetta er alveg típist. Já. En við komum aðeins að þessu í þar síðasta þetta, við vorum að tala um Krímstríðið og við nefndum þetta bara á góma vegna þess að ég held að það sé algengur miskilingur og alveg vel fyrirgefanlegur miskilingur að ætla það að Rauði krossinn hafi verið stofnaður eftir upp úr Krímstríðinu og það var einmitt það sem ég hélt en þú leiðréttir mig síðan með það að því við tengjum þetta svolítið við kannski þessar hluti sem við vorum að tala um í þeim þetta er svona Krímstríðið 1853-56 við vorum að tala um að það verið svona áhersla á þjáningar og velferð hins óbreytta hermanns á einhverju nýju leveli sem hafði ekki sést áður og það er kannski ákveðin svona vitundavakning eða hugsunarháttur breytist sem varð til þess að Rauði krossinn er síðan stofnaður fljótlega eftir Krímstríðið og ég held að hann náttúrulega líka saman með þessum sko tæknibreytingur sem átt sér stað eins og til dæmis sem við töluðum í Krímstríðinu allt í einu gátu menn verið að senda til dæmis skilaboð og komið upplýsingu til að hratt til dæmis frá Krímskaga og allt til Lundúna og mikið af sjálfboðaliðum líka sem voru að vinna þá einmitt á Krímskaganum og hann Henry Dunant var svolítið svona hvað að segja, líka svona barn síns tíma í þeim skilningi að á 19. öldinni þá var töluvert af svona aukinni kannski alþjóðahyggju og menn voru að stofna samtök sem áttu að vera að vinna að einhver það var svona framþróunar hugsanir voru voða sterkar til dæmis eitthvað svona framgangshugsanir heiminum var að verða betri hann hafði til dæmis verið virkur í YMCA, er það ekki KFUK og KFUM?
já, einmitt, já, sem þá einmitt, þú veist, Kristin alþjóðasamtök og handlimans var þá með í því að tengja þau samtök meira, af því að nú náttúrulega þessa sögu þekki nú ekki vel, en ég var að lesa aðeins hann Dunant og þá sýnist mér sem svo að þetta hafi verið tildulega sjálfstæð þá samtök innan þá hverjar þjóðar fyrir sig einhvern veginn þannig. Ertu að tala Rauða krossin þá? Nei, nú er ég að tala YMCA. YMCA, já þessi KFM. Já, þannig að til dæmis að Dunant kemur úr svona umhverfi, þar sem það er verið að vinna að allan og góðgerðarstarfsemi, Kristinn bakgrunnur, hann var hann frá Genf í Sviss. Einmitt, og var af efnuðu fólki komin. Já. Faðir hans hafi verið í hinn með þessum viðskiptum og þannig það er líka svona hluti af þessu, svona efnað fólk átti náttúrulega líka að láta gott af sér leiða í góðgerðarmálum. Þegar að þessi sameiningarstríð eiga sér stað sem var verið að vinna í því að sameina Ítalíu og þá meðal annars þá eftir þá orustuna við Solferino og þá fyrir tilviljun var Henry Dunant þar nálægt og þá eftir orustuna við Solferino þá hélt hann til vígvallarins og sá þá þær hörmungar sem, alltaf komu í kjölfarið á hverju orustu sem hafði kannski eins og leyti verið voðalega falið áður fyrr. Það er kannski það tengi ekki við Krímstríðið að sko þjáningarins almenna hermars á vígvellinum eftir orustuna að þannig það kannski orðið mikið sýnilegri heldur en það hafi verið áður og þá skrifar hann einmitt þetta rit sitt þá, sem ég heldur köllum íslensku bara minningum Solferino og eitthvað slíkt einmitt. Og upp úr þessu sprettur síðan þá Rauði krossinn. En það er áhugavert þetta með sko breytt á tíma því að Dunant sko hann er kaupsýslumaður og er sem sagt í viðskiptum í Alsír sem er þá undir franskri stjórn og það vil svo til að Napoleon III stattur við orustuna við Solferino af því að frakkar voru viðrinnir þetta stríð milli Austurríkismanna og Ítala eða Sardiníumanna og ég held að hann komi við þarna sko til þess að ná tali af keisaranum sko. En svo bætist við í þetta sem þú nefndir einmitt held ég að þú hefur nefnt í þættinum Krímstríðið sem er þetta með sko að þessa stríðstúrista skilurðu að fólk var að koma til þess að fylgjast með orustunum sko sem við vorum sérstætt fyrirbyrði hugsa sér sko eins og við þá þú veist ef við tveir myndir nú að skella okkur til Úkraínu til þess að fylgjast með orustuðu þar eða Gaza eða Jemen eða hvað það er. Já, nákvæmlega þannig að sagt, hann fekk sér bara sætið þarna og var að fylgjast með sko fyrst hann var stattur þarna og það er svolítið svona tengist kannski í þessum tíðaranda líka einhverju svona sentilmenni sko. Já og þá erum við sko fake orusta. Já og svo lágu menn hann bara í svo hráviði þarna eftir orustuna skilur og hann fer að móbilisera fólk fer að móbilisera fólk í þorpunum hann í kring og borgar og eigin vasa fyrir það sko. Já aðalega konur og síðan að ná í serða og fara með og veita þeim aðhlýningu. Já en það hefur náttúrulega almennt verið þannig eftir svona orustur og það hefur ekki verið neitt sögulega séð, það var aldrei neitt kerfi sem séðan hugaði að særðum herbönum þar að mjög oft og venjulega eftir orustur þá voru menn bara upp á náð og miskun heimamanna einmitt og það var kannski bara algjör tilvíðun svo sem hverjir voru þar og hverjir huguðu að herbönum eða ekki og líka tilvíðun hvort það var eitthvað hugað að þeim hvort að menn lágu bara eða jafnvel voru hreinlega myrtir eftir orustuna þegar að hinn og þessir svona óþjóða líðu kom og byrjaði að ræna og rupla þegar það var líka hluti af þessu að ræna vígvöllin. Það var eins og þú segir, hann Dunant náttúrulega þá náttúrulega sem afsprengi þessa umhverfist það sem var mikil áhersla á góðgerðarmál þá einmitt
byrjar hann einmitt að taka þátt í starfinu og svo náttúrulega líka sem að þetta var búið að vinda svolítið upp á sig, þetta var búið að breytast aðeins því það náttúrulega voru virkjaðar eins og hann lýsir því í bókinni sinni, ég las hann einmitt, kláraði hann núna í dag. Já, lastu bókinas? Já, ég dreif mig einmitt og það svo verið að listan hjá mig lengi að lesa hana en ég hef ekki gert það en ég ákvaði nú, ég nú að lesa hana fyrir hennar þátt. Já. Og þá var einmitt lýsir hann náttúrulega hvernig til kirkjurnar voru opnaðar og svona það hús sem var til en síðan náttúrulega samt þetta var náttúrulega svo gífurlegu fjöldi og svo margir særðir að það var ekki til náttúrulega nóg húsnæði þannig sé fyrir alla þessa hermenn þannig að sumir náttúrulega lágu bara úti berum himni og allur gangur á því hvað var búið til en menn náttúrulega reyndu samt að aðstoða eitthvað og hjálpa og náttúrulega hryllilega lýsingar hann lýsir inn náttúrulega nákvæmlega hvernig sárin voru og síðan sýkingarnar og hvað búnaður allur var ömurlegur. En hann kemur hérna í lok bókarinnar með óskir eða tillögur að næstu skrefum. Já. Og þá leggur hann til að verði stofnað félag eða félög í hverju landi sem að taka að sér að sinna sjúkum á vígvöllunum. Og annars vegar og hins vegar að það verði búið þannig hnútana að stríðsaðilar virði hlutleysi þessa félags. Já. Og úrvarð að hann fekk þessum óskum sínum framgengt og Rauði krossinn var til. Já. 1863 er svona ártalið sem er miðað við. Já. Sem að þessi stofnun er komið á laggirnar og þá hét hún reynda annað, þá hét hún var það ekki alþjóðaráð fyrir eitthvað sjúka og eitthvað svona, hét ekki Rauði krossinn alveg í byrjun held ég en svo var það fljótlega nafnið komið sko held ég. Já. Og þá bara því að skjóta inn þess ártölum að það orrustaðum við Solferino átt sér stað 1859 og hann gefur út bókina síðan 1862 og þá eins og þú segir þá síðan félagið stofnað 1863 og kallað til alþjóðlega ráðstefnu. Já, ráðstefna kemur síðan í kjölfur á því það ekki fyrsta Genfarráðstefnan það ekki sem síðan sko 1864, bara ára eftir það ekki. Jú, eitthvað þannig. En já, hún hét sko einfaldlega alþjóðanefnd til hjálpar særðum hermönnum. Og þeir voru auðvitað fleiri þarna sem kom með þessu, Gustave Monnier sem nú sko þessi Henri Dunant náttúrulega alltaf nefndur sem svona faðir Rauða krossins skilur þú getur ekki talað Rauða krossin að tala hann og það auðvitað út af þessari líka þetta svona uppruna saga skilur þetta er svo flott saga skilur sem er í þessari minningum hans frá Solferino sko en auðvitað voru fleiri þarna og sérstaklega þessi Gustave Monnier sem var líka svissneskur maður, hann var lögfræðingur og hann var síðan sko forseti félagsins og gegndi því embætti sko í 40 ára eða eitthvað líka sko. Já, það er svona lengi. Já, miklir hugsjónamenn. Já, og það sem er líka svo áhugavert einmitt líka með hann Dunant því hann alltaf var þessi þá kaupsýslu sonur og erði hérna alltaf fyrirtæki eftir föður sinn og hafði unnið í banka síðan unnið sér upp í bankanum og bankin var sér að það var útibú í Alsír og þannig endaði hann þar og síðan þegar hann búið með það þá stofnaði hann einmitt eitthvað eigið félag og var að vinna í einhverju viðskiptum þarna í Alsír. Það er mér svolítið áhugavert með Dunant að hann virðist hafi verið voðalega mikill ég veit ekki hvað maður kalla það kannski svona hugsjónamaður eða svona dreymdu hitt og þetta ég segi það sem gerðist að þegar hann síðan þá fær þessa hugmynd þá að stofna þetta félag þá sem verður síðan Rauði krossi með 10 tíma að þá var hann ekkert að sinna viðskiptunum í Alsír nei. Þannig að það endar þannig að þetta fyrirtæki hans fer á hausinn þannig að hann þarf að nota megni af sínum fjármunum í að síðan bara greiða upp í skuldir og stóð uppi með lítið sem ekki neitt og það er sérstaklega mikilvægt að nefna þetta því sko hann kom náttúrulega frá Genf og þar voru menn að megnu til kalvinistar og kalvinismin er voðalega harður á þessu að
það bara 2 leiðir út úr lífinu og önnur leiðin er til himnaríkis og hinn er til helvítis og Guð er búin að ákveða þetta fyrirfram þú getur engum það breytt Guð er bara búin að ákveða hverjum er bjargað og hverjum ekki eina leiðin til að koma að staði hvort að þú sért mögulega einn af þessum fáu sem eru bjargað eða hvort þú sért einn af fjöldanum sem áttur að dæmdur til helvítis það er velgengni í lifandi lífi já. þannig að þess vegna er svo mikil áherslu á kalvinistunum að spara byggja upp kannski sterk fyrirtæki vera auðugur því það sýndi þá að þú væri einn af þessum blessuðu þannig að þegar að Dunant varð gjaldþrota þá varð hann líka samhliða því útskúfaður úr þessu fyrir manna samfélagi Genfar einmitt. Þetta er ótrúlega áhugavert af því að þetta er náttúrulega þú veist, Rauði krossinn náttúrulega er og hefur alltaf verið með höfuðstöðu sinni í Genf og þetta eru þessir 5 gaurar sem að stofnuðu þetta saman það var sérst Dunant og Monnier Louis Appia sem að var læknir var hann líka sem hafði verið hafði reynslu að því að vinna á vígvelli síðan er Henri Dufour sem er svissneskur herfóringi eða eitthvað svoleiðis Theodore Monnoir sem var frá starfa eitthvað í heilbrigðismálum hann í Genf þannig að þetta var allt svisslendingar og allt svona ykkur koma svolítið úr þessu Genfar umhverfi sko og áhugavert með þessa 2 stóru sko Monnier og Dunant af því þeir urðu fljótt sko óvinir eða svona í valdabaráttu og voru ekki alveg sammála hvert átt að leiða félagið og ég held að og það hefur stundu verið sagt held ég að þessi Monnier hafi ekki hjálpað neitt rosalega mikið til sko við að Dunant misti æruna sko þvert á móti ég held að hann hafi kannski unnið svolítið gegn honum sko af því að þegar hann síðan varð gjaldþrota þá var hann rekinn úr klúbnum sko hann var neyddur til að segja af sig sem formaður eða eitthvað svoleiðis eða forseti eða hvað titilmenn voru með yfir þessu þannig að hann svona fljótlega hvarf svolítið úr þessu og fekk auðvitað ekki uppreist æru fyrir en löngu setna sko, hann náttúrulega hafði svo mikið svona goodwill hjá leiðtogum heimsins með sérstaklega Napoleon III og svona þannig að það var auðvitað menn voru að þú veist reyna að hjálpa honum að borga skuldir og eitthvað svona en hann féll svolítið í ónáð og það er síðan ekki fyrir en áratugum setna sko 1900 og hvenær var það 1901 eða alveg í blábyrjun 20. aldar sem að fær hann þá ekki Nóbelsverðlaunin var það ekki þannig? Jú friðarverðlaun Nóbels já 1901 og þá fær hann svolítið uppreist æru gallgreiði sko og þá var hann eiginlega bara svolítið svona eins og gleymdur að ýmsu leyti það farið voðalega lítið fyrir honum og mér finnst það bara líka svo áhört við svo sögu að Dunant sem þá einmitt þessi svona herramaður frá Genf auðugur ferðaðist utan Evrópu átti greiða leið að hinum og þessum konungum og forsætisráðherrum og eitthvað svona og sko komið sér alveg áfram og hann þá einmitt nær þá einmitt með því líka verið þessi hugsjónamaður þá stofnað þetta fyrirbrigði sem er Rauði krossinn og svo var honum bólað þaðan út verður gjaldþrota og fellur einhvern veginn bara svona í gleymsku eða svona er ítt alveg út af sviðinu og af því það er líka hlutaðið eins og okkur hann fekk áður en hann fekk friðarverðlaun Nóbels 1901 að þá var ekki blaðamaður sem fór einmitt á stúfana og var að spá í því sko einmitt hvað varð þennan föður Rauða krossins og þá uppgötust það sko þá bjó hann bara í einhverju litlu þorpi í Sviss með mjög lítið milli handana og svona heilsuveill og fór ekkert fyrir honum Nei á meðan náttúrulega þessi Monnier er forseti og náttúrulega mann engin eftir honum skilur Nei þú veist nema sérstaklega áhuga samir sögur Rauða krossins býst ég við en þú veist hann eins og sé var forseti þarna var forseti nefndarinnar frá 1864 til 1900 eitthvað sko
og svo dó hann bara 1910 bara 2 mánuðum eða eitthvað á undan Dunant sko, þeir voru algjörir samtíma menn já þannig að Moynier auðvitað var sko að vinna mikið, þannig að sem var að vinna starfið þarna í Rauða krossinum þetta já, svona alla 19. öldina sko einmitt svo er þetta líka náttúrulega hluti af þessu jú, eins og við höfum sett þetta fram núna og kannski fæði maður kannski þá tilfinninguna og jú, þetta var kannski hluta til þannig líka Dunant var kannski bóla frá og eitthvað slíkt en svo sem talaði líka það meðan Dunant að það er eins og hann hafi verið færi að koma með hugmyndir og vinna einmitt að hugmyndinni en síðan þegar kom að því að vinna sjálft starfið og skipuleggja þetta og búa til þá Rauða krossin í þessu raunverulega pólitísku umhverfi já. Þá einhvern veginn kom hann með lítið af hugmyndum nú er ég engin sérfræðingur þannig ég ætla ekki að selja þetta dýra en ég keypti það en til dæmis, ég man ekki hvar ég las það en ég las það einhvers staðar til dæmis þegar kom að því að vera sitja í nefndum og svona á fundunum og svona að ræða innihaldið þá þótti mönnum eftir þetta verð að Dunant hafi þá komið mjög lítið en það er nú kannski líka bara oft þannig þegar þarf að hleypa stokkunum með einhverju miklu þörfu verki að þá þarf stundum einhverju svona eldsálir til að koma hlutunum á stað og einhverja djarfa menn eða konur með góðar hugmyndir en síðan gerist það mjög fljótlega þeir sem sagt með því að vera með góð tengsl og svona, þeim tekst að koma á þessari ráðstefnu sem er auðvitað farið í bara strax 1863 að vinna að koma á laggirnar og úr verður fyrsti Genfarsáttmálinn í rauninni sem Genfarráðstefnan sem er plagg sem er skrifað undir árið 1864 þar sem voru fulltrúar frá mörgum löndum 12 ríki sem skrifuðu undir það og löndum voru boðið það var Sviss og Belgia og Danmörk, Spán, Frakland Ítalía, Holland, Portugal Prússland og síðan Baden Württemberg en náttúrulega vantar þetta þarna mörg stór nöfn á þennan lista og og þarna komaði þessi saman þetta svona tímamóta verk sem við getum líka rætt aðeins betur að því við ætlum aðeins að reyna að tala svolítið einmitt Genfarsáttmálann og þessi svona mannúðarlög í stríði og svona en auðvitað eru þessi tveir hlutir alveg mjög nátengdir Rauði krossinn og síðan Genfarsáttmálinn og þessi mannúðarmál í stríði því að það auðvitað grundvallar prinsippi þessu að þeir fá þessi ríki til þess að viðurkenna þessi hlutlausu sjálfstæðu samtök sem að Rauði krossin og við höfum ekkert, nú erum við búin að tala Rauða krossin örglega hálftíma, við mögum ekki definera við höfum ekkert skilgreint hvað Rauði krossin og hvað hann gerir, alltaf ekki út frá því allir viti hvað Rauði krossin Rauði krossin auðvitað veldig merkilegt fyrirbæri þess að þetta eru langstæstu svona hvað segir maður, svona NGO prívat samtök í heimi ég held ég sé ekki að ljúga því Nei, ég held að þessu langstærst ég myndi halda að þessu stærstir Já, og eru alveg með algjörlega einstaka stöðu í heiminum því að Rauði krossin, alþjóðlegi Rauði krossin þetta er með áheyrðan fulltrúa í Sameinuðu þjóðunum og Rauði krossin sko er náttúrulega með starfsemi út allan heim í öllum löndum næstu því Er ekki með deild í hverju einasta sjálfstæða ríki í heimi? Jú, og svo eru þeir nefnilega með sko prinsipið þetta baku Rauða krossin er að samtökinu er algjörlega sjálfstæð og algjörlega hlutlaus svona grundvallaratriði og hluta því þetta er að sko náttúrulega vera í og þessi tengingu þetta við Sviss náttúrulega skiptir svo miklu máli að því Sviss er náttúrulega bara holdgerfingur hlutleysisins einhvern veginn og meira segja við, sérstaklega við Genf sjálfa Genf borgina af því að það var þannig framan af þangað til held ég bara frekar nýlega að þeir sem að
eru í æðstu stöðum í stjórn Rauða krossins, ég held að sé einhvers konar svona samkoma einhverja stjórnarmanna, man ekki hversu margir þeir eru í dag en þú veist það eru þetta þróast þeir urðu það var framan af það þurftu þeir að vera svissneskir ríkisborgarar og ekki bara það heldur þurftu þeir að vera íbúar í Genf já og síðan var þessu sko aflétt og þá var sérst nóg að vera bara svissneskur ríkisborgari já og ég held að það sé ennþá þannig í dag sko þú verður að vera svissneskur ríkisborgari til þess að taka þátt í að stjórna Rauða krossinum svo hlutlaus hann og það eru lög frá 1993 svissnesk lög sem að garantera sjálfstæði Rauða krossins frá svissneska ríkinu líka og það alveg magna hvernig það sko að ég held að Rauða krossin sé sko þarf ekki að borga hann inn að skatta og enga tolla og starfsmenn Rauða krossins eru þetta svolítið svo ríki í ríkinu sko já og svolítið svo sendiráð sko bara byggingin sko já og sérstakir samningar aðflutninga og þú veist þeirra alþjóðlegir sendifulltrúar að koma og póstur og allt sko undir sérstökum já sérstaklega að fara með það sko já það er svo flóki fyrirbrigði náttúrulega svona hlutleysi og það er náttúrulega þegar þú segir frá þessu núna þá skilur maður það auðvitað að það hlýtur að vera þarna eitthvað þungt eða til dælu flóki batteri í kringum þetta að tryggja sjálfstæði stofnunarinnar því náttúrulega leið og einhverju byrja að efast hlutleysi Rauða krossins að þá er búið alveg einfalt að byrja að loka á og koma þá í vekk fyrir að þessi stofnun getur unnið sitt starf já eins og til dæmis það var mikilvægt að bara skjóta inn ég svo líka bara gett ráð fyrir fólk viti það en ég er ekkert allir viti það en það náttúrulega er ekkert bara rauði krossi heldur líka rauði hálfmánin og rauði demanturinn er það ekki já, kristallin já náttúrulega var líka hérna rauða ljónið og sólin ég held það sem ekki lengur notað í dag það er samt ennþá viðurkennt sko já það er ennþá viðurkennt en það er þá vegna þess að sko þó svo að Rauði krossin hafi alltaf verið alveg frá upphafi sko alveg harður á því að þetta er ekki trúalegt tákn þó svo þetta í byrjun þegar Rauði krossin var stofnaður það voru alveg til þeirra aðilar þarna sem að í kringum þetta sem að lituðu þetta sem svona trúalegt verkefni og mannúðarmál væru samkvæmt trúni sinni kristinni trú að sinna mannúðarmálum og svona en það hefur aldrei verið neitt official nei og þvert á móti hefur Rauði krossin alltaf þvertekið fyrir það þetta er bara hlutlaust og svona en það var Ottomanríki sem að voru Rauða kross liðar í Ottomanríkinu sem voru byrjaðar að nota hálfmánan hvenær var 1860 eitthvað manstu það 67 eitthvað svo leiðis sem að því að það var búið að vera að nota rauða hálfmánana þá var það viðurkennt síðan bara sem bara opinbert tákn þó svo ég held að mér svona grunar að það hafi verið þú veist, menn hafi ekkert verið að fíla það því þú veist, þetta átti ekkert að vera trúalegt sko nei og þetta er mikilvægt að skjóta það inn svona megin ástæða fyrir þetta okkur þegar völdu en að kross á sínu tíma náttúrulega var eins og segið þú veist, það var ekki svona nikka til kirkjunar heldur þvert á móti, það var svona verið að þakka Sviss og vera svona líki eftir sjálfstæðin því að þetta er svissneski fánin nema bara þú skiptir bara lit honum já, hlutleysinu meinarðu hlutleysið, já, þetta er náttúrulega svona inverted svissnesku fánið þetta já og þetta er rauði hálfmánin náttúrulega líka inverted sko Ottoman fáni eða tyrknesku fáni já það fyrir hann er ekki rosalega hlutlaus nei ég hef ekki hugsað á því það er góð fútur já hvernig er þetta aftur með hann spýtu nú við sko tunglið snýr til hægri horfir í til hægri á meðan flestir aðrir láta það snúa til vinstri og það er held ég að því að Tyrkir tekna tunglið svona af því þannig leita út kvöldið sem Tyrkir tóku Konstantínópel 1453 ég held að það sé sagan á bakvið tyrkneska fánan ef ég maður rétt já. Og rauði hálfmánin endurspegla það auðvitað. Já. Ég held það sko. Já, mitt.
og svo til þess að skjóta þið bara inn því ég var að skoða þetta með þarna þessi tákn að þarna þessi rauði kristall þá mér sýnist nú eiginlega enginn nota hann nema hvað Tævan, Bútan og Eritrea kannski. Já, hugmyndin með honum náttúrulega svo að því þú nefndir hérna ljónið og sólina sem persneska eða íranska táknið. Já. Það var viðurkennt og viðurkennt samkvæmt Genfarsáttmálanum. Þú getur farið á vígvöllin með rauða ljónið og sólina og þá ertu svona protected person eins og það heitir. En eftir byltinguna þarna 79 sko, þá hættu þeir að nota það. Þannig að það er þannig sem enginn að nota þetta en það er samt ennþá alveg við líði sko. En kristallinn kemur inn 2005 með viðbótabókun við Genfarsáttmálan, 3. viðbótabókuninni síðustu. Og þá er það í rauninni bara bætt við sem svona ef einhver skildi af einhverjum ástæðum ekki fíla hvorki kross nýja hálmána nýja ljón þá geta þær haft kristall sem er þá bara svona algjörlega hlutlaust mál. Ég held að ef ég væri á dánabeðinu aukstaðar og það kemur maður með svona kristall maður myndi ekki þekkja þetta tákn sko þannig að það mætti kannski fara að auglýsa það þá eitthvað þess. Já, það er eitthvað málið. Ég þekkti ekki þetta tákn fyrir en ég byrjaði að skoða þetta og síðan sé ég núna og það var líka til rauða svastikan. Já, það er í Tíbet. Já, ég var að lesa hérna í Kína og það er vist ennþá til. Já. Það spyrir líka mjög á þetta rauða svastika. Það er alltaf stofnað þetta fyrir þetta, setja heimstyrjöld og allt það en ekki það. Ég var að skjóta þeir líka einn sko. Ég var í Finnlandi í haust og Finnar notað aðeins svastikuna enn þann dag í dag og í finnska hernum og það er náttúrulega vegna þess að sko, þá var svastikan tekin upp þetta fyrir setni heimstyrjöld og allt þetta og fyrir þetta nasisman og svona en það var mjög áhugavert þegar til dæmis var þarna í hvort það var ekki finnska stríðsskólanum eða eitthvað slíkt og þeir voru þá með svona hálffalda svastiku í lógóinu sínu Þetta getur verið vandamál sko þegar gamlir finnskir hermenn hafa verið að fara til Þýskaland og eru með þá orðurnar sínar og svo eru svastikur þar og svastikur náttúrulega bönnu í Þýskalandi Nei en ekki það, en svo við talað áður eins og þetta er náttúrulega bara ævaformt tákn náttúrulega rauði hakakrossin í Kína er hérna mannúðarmerki en það er ekki viðurkennt þannig að það nýtur ekki sérstakrar verndar eins og Rauði krossin og hálmónin og hitt og sama gildir sko Davíðstjörnuna sem er notuð í Ísrael manstu nafni á þeim samtökum það er stólið mér núna Nei en sem sagt þannig að það Rauða kross félag í Ísrael er held ég á einhverjum hvort það sé ykkur undan þá eða eitthvað þeir nota sérst Davíðstjörnuna þó það sé ekki viðurkennt sko samkvæmt Genfarsáttmálanum sko Nei en hérna þá kannski svona létt að vera vitur eftir á en þá getur maður kannski sagt að það hefði kannski verið sniðugt að vera með eitthvað annað táknaldur en krossin þegar maður var að byrja þetta byrja bara með kristallin sko já það verður einfaldast við erum bara með kristallin það er enginn að fara móðgast út í kristallin það getur þýtt hvað sem er þá hefði þetta verið einfalt í staðin fyrir með fullt af okkur en það er eitt ríki í heiminum sem heitir Konungsríki Tonga ok sem er pínlítil eyja í Pólynésíu sem er með sko 100.000 íbúa eða eitthvað og fáni Tonga er eiginlega basically rauði krossin já og hérna þú googlar það þeir sem sagt voru upprunalega bara með það sem bara svona rauði kross en síðan bættuðu við svona rauðum bakgrunn til þess að ruglast ekki við alþjóða rauða krossin en það er samt hann sko til líkt sko veistu ekki hver er sagan á bak við þetta? Já, það voru einhverjir breskir trúboðar sem voru þarna og kóngurinn vildi fá einhvern fána sem en alltaf þetta er þetta kross og þetta er náttúrulega sagan á bak við þetta svissneska fánan hef ég náttúrulega ekkert lesið en ég býst nú við að það sé eitthvað tengt krossi en ég verð nú að segja sko ég persónulega aldrei litið á þetta tákn sem
sko kross eins og Kristinn kross, að því fyrir mér þá er hann náttúrulega alltaf síður sko. Já, Þetta er bara þýðir bara Já. sjúkrahús skilur, eða sjúkrabíl en ég er þetta alveg sammála. eða plús Já. Einmitt. Já, fyrir mitt þetta líka, þú veist, fyrst og fremst að ég hugsa náttúrulega þú veist, einmitt, sjúkrahús, læknir, eitthvað svona heilbrigðisþjónusta, já, mannúðaraðstoð, Rauði krossinn. já. En maður samt aðtuga það sko, af því að þetta er og þetta er svona, ég var hans að lesa um þetta, ég var alltaf spáði í því sko, þetta er svo verndað merki Já, og veist, reglurnar eru þannig sko að sko, hvert ríki sko, það má bara vera eitt rauðakrossfélag í hverju landi skilur, og þetta rauðakrossfélag þarf að vera viðurkennt á alþjóða rauðakrossinum og þetta félag er síðan yfirleitt þá með einhver lög sem að vernda félagið og vernda notkunnuna á merkinu, þannig að það er til með lög um þetta, íslensk lög sem eru frá snemma á 20. öld en voru uppfærð 2014 sem eru held ég basically bara 2 greinar og önnur þeirra er einmitt um þetta, það má engin nota á Íslandi, má engin nota Rauða krossin nema Rauði kross Íslands já, og það er auðvitað gert til þess að þetta er mikilvægt að allir viti hvað þetta er og svona og það hafa auðvitað verið dæmi um það, þú veist, að menn að nota táknið ólöglega, eins og til dæmis, þú veist, það er auðvitað fullt af fyrirtækjum skilur sem eru, þú veist, þykjast sem kalla sig eitthvað skilur rörlæknarnir eða þú veist rafmagnslæknirinn eða eitthvað og þú veist, þú er með rauðan kross í logoinu sínu, það er þá í rauninni bannað sko já, og Rauði krossin hefur oft verið að kvarta yfir rangri notkun á hvort það var kanadíski Rauði krossin sem að sérst fekk einhverja tölvuleiki sko til þess að breyta tákninu í sem svona þú veist, eitthvað svona health pack eða eitthvað skilur svona healing potion eða eitthvað af því að það var í rauninni röng notkun á þessu tákni sko. Já. Einmitt. En það er líka eiginlega skotið inn að því að einmitt, þú ert að tala um þessar reglur hvað þetta er stránt. Ég er skráður hjá þeim í einhverjum gagnagrunni því hérna á heræfingum og já, í stríði þá ber ég einmitt Rauða krossinn. Þannig að ég er með kort, opinbert kort þá sem ég þarf að, já, bera þá á heræfingum með stríði sem sýnir það þá að ég hafi rétt á að bera Rauða krossinn því ég er náttúrulega samkvæmt svona alþjóðalögum í hernaði er ekki löggilt skotmark og fell það undir þessa vernd Rauða krossins. Einmitt. Já, það nær yfir herpresta líka og einhverja fleiri aðalega, þetta er auðvitað bara skilgreind í Genfarsáttmálanum sko. Læknar og eitthvað svona medics og einmitt prestar og svona sjúkrahúslið. En þetta er alveg áhugavert að spá í þessu að sko, fyrir 1863 skilur þá hefur þetta tákn ekkert þýtt skilur læknir, fattar þau? Nei, þannig að það er nýlundan að þeir eru svona mertir og þeir eiga að vera með svona borða á handleggnum og þetta sko. Já, en þetta er þannig til í dag sko að þegar ég mæti hitti sér mína hermenn á heræfingu og þeir sjá Rauða krossina þá er ég með spurður, þú veist, af hverju ert þú með þetta því það er svo tengt lækninum. Já, einmitt. Það er svo rótgróið. Já. En síðan er þetta líka sorglegt að skjóta því en að löndið svo Noregur er rosalega upptekinn af Rauða krossinum sem er náttúrulega mjög jákvætt og flott og reynir að fylgja alþjóðalögum en síðan veit ég til dæmis að þegar ég var að tala til dæmis við herforingja sem hafa verið til dæmis eitthvað út í heimi hitt kannski fyrir stríðu kollega frá Rússlandi eða Kína eða eitthvað slíkt og svo að byrja að tala eitthvað um alþjóðarétt og lög í stríði og líka við Rauða krossin að það er hrista bara höfuð og bara hvert að tala það kannski aldrei heyrt eitthvað af þessum lögum sem gilda. Já, ok. Já, þannig að það er mjög misjafnt eftir þjóðum. Já, ég hef ekki trú á því til þess að óbreyttur rússneskur hermaður, úkraínskur hermaður þekki til hvað við segja, þessa alþjóðaréttar í stríði. Ég hef ekki trú á því að þeir viti hvað það sé. Með. En við vorum að koma aðeins inn á þetta með sko Rauða kross félögin
af því að sko Rauðikrossin er í rauninni svolítið svona tvískiptur vissuleiti. Þú ert með þess að sko þú ert með það sem heitir Alþjóðaráð Rauðakrossins sem þetta gamla batteri sem var stofnað 1863 International Committee of the Red Cross sem í Genf og sú stofnun fókuserar á stríð og mannúðar hjálp í stríði og það sú stofnun sem er að til dæmis að dreifa hjálpabökkum og svona í Sýrlandi og þú veist, Afganistan og eitthvað svona síðan ertu með náttúrulega Rauðakrossfélög í hverju landi fyrir sig og þar eru menn auðvitað að vinna alls konar málum sem ekki tengjast stríði sérstaklega sko og landsfélögin náttúrulega eru sko ég held að þau séu 190 sko þau eru yfir 190 landsfélög núna, ég held að sé hverju einasta landi og nú skoði hérna listi yfir þetta í gær það líka bara þegar ég segi Rauðikross þá er ég að meina að þetta Rauðikrossin og Rauði hálfmáninn það er það sama en sem sagt já, þetta eru yfir 190 landsfélög og þau eru sérst í öllum löndum nema Óman og Nárú og í Vatikaninu og eitthvað sem heitir Niue, hvað er það? Það hef ég bara aldrei heyrt það hérna. Niue. Ég hef ekki heyrt það heldur. Það er einhver eyja í Kyrrahafi. Sem er beintengt við Nýja Sjáland, en greinlega sjálfstætt. Og hérna, síðan ertu þetta með Rauðakrossfélög sem ekki samþykkt, sko, eins og til dæmis Færeyjar. Rauðakrossin í Færeyjum er ekki samþyktur af Alþjóðaráðinu. En allavega 1919 er síðan stofnað sko Alþjóðasamband Rauðakrossfélaga sem er rauninni hliðarstofnun við Alþjóðaráðið. Þetta er rauninni 2 armar Rauðakrossins. Alþjóðaráðið með þessum svisslendingum sem stjórna því. Síðan ertu með Alþjóðasamband Rauðakrossfélaga eða Alþjóðasamband félaga Rauðakrossins og Rauða hálfmánans eða eitthvað líka, eitthvað löngu nafni. Sem að heldur þá utanum samskipti við öll landsfélögin og þessi 2 félög eru þannig sér óháð hvort öðru en eru samt saman í hinni alþjóðlegu Rauðakross hreyfingu og eru bæði í Genf svolítið flókið sko mitt og svo náttúrulega landsfélögin í hverju landi eru að vinna alls konar líknarmál og mannúðarmál sem er ekkert endilega tengt við stríð og svo, ég meina það eru fjársafnanir fyrir hinn og þessu og fræðsla í skyndihjálp og áfallahjálp og hjálpa fólki sem er einmanna, hjálpa flóttamönnum, hjálpa innflytjendum og hitt og þetta sko. Já, það er alltaf bara undið upp á sig. Ég sé það hérna á listanum hérna að Tævan er ekki formulega viðurkennd. Nei. Það er líka svolítið. Og heldur ekki Kosovo og heldur ekki Norður Kýpur, þetta er svona þessi ríki. Það er svolítið flókið. Flóknar aðstæður það. Já. Suður Ossetía er ekki aðna eða Norður Abkhazia. Abkhazia. Já. Georgíu. En hérna, sko Rauðikross Íslands, viljum við að tala hann eða Rauðikrossin á Íslandi svona heitir í dag. Það er bara skemmtilegt að við sem hefum tala um þetta núna því að Rauðikross Íslands á 100 ára afmæli á þessu ári. Já. Og stofnaður í desember 1924 og ég hef kynnt með það eins að því að ég komst aðeins í tæri við skjalasafn Rauðikross Íslands á sínum tíma og ég hef nú sagt þér frá því að ég var að skrifa Finnlandssöfnununa í seinni heimsstyrjöldinni. Já. Og það var náttúrulega Rauðikrossin sem stóð fyrir því meðal annars og þá ákvað ég svona þú veist að þú veist að með mér svona kannski bara aðtökvast að þau séu með eitthvað skjalasafn skilur, best að prófa að senda þeim bara línu fattar þau. Já. Ákvæmst að skrifa þetta þú ákvæmst að skrifa þetta og síðan aðtökvast að þeir ættu eitthvað eða varstu búin að heyra eitthvað af þessu skjalasafni áður eða hvernig? Sko ég man það ekki, ég ánefnilega þessa bók hérna sem að heitir Í þágu mannúðar eftir Margréti Guðmundsdóttur sem er Saga Rauðakross Íslands
sem kom út hérna 1900 hvernig var það 1900, árið 2000 Já, og þar vitnar hún mikið í skjalasafn Rauða krossins. Ég man ekki hvort að ég sá það þar eða hvernig sem það var sko. ok, já en ég man allavega að ég var búinn að skrifa talsvert afritgerðinni Já, og þá sem þetta datt mér í hug að hafa samband við Rauða krossin og Já. Norræna félagið sem að höfðu staðið þessari Finnlandssöfnun 1939-40 og það var bara svona, veistu, ég sé þetta oft ég er náttúrulega að vinna á skjalasafni og ég sé bara mjög oft og það komið fyrirspurni frá nemyndum sagnfræðinemum já, og þá eru með bara svona fiska skilur bara, já, datið hvort það ætti eitthvað um þetta skilur og þú veistu, kannski er eitthvað til, kannski ekki skilur og ég man að það var mjög velukkað sko, því að þau tóku mér opnum örmum skjalasafni var þá ennþá í hjá Rauða krossinum og ég fekk sérst að nota gögn þar og það var svona mín fyrstu kynni af skjölum sko já og það var mjög lærdómsríkt Já, að fara í gegnum skjalasafn Rauða kross Íslands og leita að gögnum og ég myndi bara nýta tækifæri þetta því þetta er sagfræði hlaðarp og ég veit að það eru örugglega einhverjir sagfræði nemar að núti að hlusta að sko bara hvetja fólk til þess að þú veist, nota skjölin, noti skjalasöfnin þú veist, það er ég held að fólk, menn séu stundum hræddir við skjalasöfnin sko og ég held að séu kannski svolítið svona ég held að séu ránkumindir oft skjalasöfn sko já, og ég get sagt það hérna, þú veist bæði sem sagfræðingur og sem skjalavörður að þú veist fyrsta lagi, það eru 3 hlutir fyrsta lagi, það er ekki þannig að öll skjöl séu bara skönnuð og aðgengilega á netinu skilur eins og margir virðast halda líklegast ekki sagfræðingar en þetta er svona eitthvað sem þú heyrir oft sko já svo eru öllagi þannig, það er ekki þannig að öll skjalasöfn séu skráð og það sé til fullkomin katalógur yfir þau þess að þú getur bara skrifað eitthvað leitarorð og fundið bara já, þetta er í öskju númer 10 í þessu safni þvert á móti skjalasöfn eru alls konar og mörg þeirra eru bara í mikilli óreiðu mörg eru í svo mikilli óreiðu að það er ekki hægt að nota þau en mín reynsla þessu svo að sko skjalaverðin sem vinna á skjalasöfnunum allan öllum stöðum sem ég vinni á þetta er opbáslega hvað sem er fært fólk og við getum fundið allan anskotan já og það er nefnilega það sem að maður lærir að vinna á skjalasafni þú lærir að leita þú lærir að þú kemst ekki áfram með að skrifa bara eitthvað leitarorð allavega eins og staðan er í dag á þeim skjalasafnum sem ég vunnið á þú verður að hafa, þú verður að vita hvað þú átt að leita og svo fara með þannig að ef þú eru eitthvað sagt fyrir að nefna núti hafið samband við skjalasafnin og sendið bara fyrirspurn og spurjið og skjalaverðinni hjálpa, þeir finna hlutina og þú veist, það er bara mjög gaman eitthvað sé að spyrja og sína áhuga algjörlega og það var mjög gaman þegar ég var hérna ungur bachelornemi og fekk hérna að grúska í gegnum skjalasafn Rauða kross Íslands sem mjög lærdómsríkt og svo nú skemmtilegt frá því að segja þetta mörgum árum seinna var ég að vinna á þjóðskjalasafninu þegar það kom upp að Rauði krossin vildi afhenda skjalasafnið inn á þjóðskjalasafn og þá var ég viðriðin það mála því ég hafði þekkt aðeins þar til og fekk að fara og fekk tækifæri til þess að heimsækja Rauða krossin aftur og það var mjög gaman að koma þangað aftur ég þekki ekki stöðuna því máli í dag hvort það sé búið að afhenda það getur verið sko Nei, mitt Já og svo er þetta líka gerist það líka í tengslu við þetta Rauða kross safn og kannski ástæðan fyrir mig þykir svolítið vænt um þessa sögu þetta einmitt af því að ég sagði frá bréfinu þarna frá Mannerheim sem ég nú sagti frá örugglega sagt frá hérna í hlaðarpinu sem að fekk síðan þarna smá athygli þegar íslenska sendiráðið í Helsinki fekk veður af því bréfi og það vakti mikla athygli hjá finnska þjóðskjalasafninu sem að var síðan með seminar þar sem að við vorum hérna nokkur saman
meðal annars fulltrúa frá íslenska Rauða-krossinum og finnska Rauða-krossum að tala þetta það flott þá mikilvægt, já, þeir sem ekki veit hvað Mannerheim þetta þjóður hér til að finna einmitt, letið þau í setni heimstyrjöldinni og hann var forseti finnska Rauða-krossins á þessum tíma sem ég býst nú við að hafa verið svolítið svona virðingar auðvitað, bara svona virðingar embætti held ég sko hann alltaf var upptekinn við að stjórna landinu í stríðið auðvitað á þessum tíma það var kannski ekki alvinnan hans en nei. En við auðvitað með Sveinn Björnsson til mis hann kom að stofnun Rauða kross Íslands 1924 og var einn af þeim sem að unnið að því að stofna það félag ég vissi það ekki og þá voru þetta var þessi Steingrímur hvers svona var hann man ekki hvers svona var Steingrímur hann var héraðslæknir á Akureyri sem var svona aðalsbrautan í þessu að stofna Rauða krossin sko og fleiri hann að Gunnlaugur Klassen og aðrir, þetta voru læknar sem að höfðu verið í samskipti við menn frá alþjóða Rauða krossinum í Genf og það sem fyndi líka þessi svona orðræða í kringum sko stofnun Rauða krossins á Íslandi sem svona tengið svo mikið inn í en svo típist fyrir hann tíðananda þessum tíma skilur þetta þú veist þannig rétt eftir Íslendingar fengu fullveldi og þú veist það svona þessi þú veist þetta svona þú veist, menn eru svo svona framtaksamir og bjartsýnir og vilja þú veist og svo uppteknir að því að sko við erum siðmenntu þjóð skilur í flokki með öllum hinum evrósku siðmenntu þjóðunum skilur við viljum ekki vera minni en aðrir sko og þá sér maður í orðræðinu þarna skilur þú veist við getum ekki verið eina land í Evrópu sem ekki með sko Rauða krossfélag því það merkjum skilur að vera frjáls og fullvald og siðmenntu þjóð sko já, ok skilur eins og þeir orðuðu á þeim tíma já það er minnumáttakend já, og þetta er svona orðræði sem þú sér mjög oft á þessum tíma alveg rétt, já en sko maður getur nú kannski sagt það þessi örfái ríki í heiminum í dag sem ekki með Rauða krossfélag það er nú kannski það er engin rós í hnappagati hjá þeim sko nei, það er það ekki, og komið sérstaklega og orða Óman sé ekki með þeim eitt Rauða kross eða Rauða hálfmánana því Óman er nú til dælu stort ríki og allt það sérstakt já en alltaf áhugavert með Rauða kross Íslands að því að þau þetta fór frekar svona hægt að stað hjá þeim sko hérna á kreppaárunum auðvitað og lítið af þú veist peningum og svona og fjárhagserfiðleikar og svona en voru auðvitað með fræðslustarf og voru hérna með sjúkraskýli í Sandgerði sko það sem að fólk sem að gat sko að því það var svo mikið það fólk sem var að vinna eins og í verbúðunum og svona var að vinna í fisknum sko fólk var þú veist með blöðrur og sár á höndunum skiluru og svo kom sýking í þetta skiluru og þú veist og þau voru að hjúkara þessu fólki sko alls konar svona samkeppni líka ekki samkeppni eða svona þú veist svona ákveðin samkeppni samt við önnur líknarfélög eins og hjúkrunarfélögin Berkla verndarfélögin það voru allmis ræddir sem voru á móti stofnun Rauða krossins að því að þeim fannst að vera samkeppni við sko þessi Berklafélög sko en þetta er svolítið áhugavert líka fyrir hennan tíma sjáðu að því að sko þetta er fyrir þann tíma sem sko þessi nútíma velferðaríki er orðið til það sem að þú veist allt svona er á höndum ríkisins það sem að sko þú veist sjálfboðlega starf er svo mikilvægt og ég sé þetta sama í að ég verið að vinna svolítið með þessi norsku skjalasöfn ég sé þú veist þessum að sko þessi heilbrigðisþjónusta sveitafélagana sko, svo elliheimilin þú veist læknarnir eða sérstaklega þessi hjúkrunarheimili eiga mjög oft sko undanfara sinn í þessum hjúkrunarfélögum eða sanitetsfélögum sem voru náttúrulega rekin eða þú veist voru starfrækt af konum fyrst og fremst sjálfboðalega konum sem voru þú veist að hjúkra fólki sko já, einmitt og mjög oft sprettur þetta upp úr þá einmitt síðan þessu svona já, líknarstarfi og starfi kirkjunar já náttúrulega saman líka með skóla og já, skólar samt menntun og heilbrigðiskerfi á erunum við rætur sín að rekja þarna og svo er það ríki sem hægt og rólega kemur inn í þetta og tekur síðan yfir og kirkja þá dregur sér til hlés
það er mjög áhugavert sagaði mitt. algjörlega og þú sér það nákvæmlega sama með þessu hjúkrunarfélögin að þau ég þóri ekki fullar að nákvæmlega hvernig þetta var á Íslandi, ég þekki þetta betur hann í Noregi að því ég var að vinna svo mikið með þessi skjalasöfn hann sveitafélagana þar sko að þar er þetta svona að sagt, mjög algengt að sveitafélögin taka yfir þessi hjúkrunarheimili sem hafa þá verið einkareikin sko af þessum konum svona á 7.-8. áratugnum sko og þá verður það að því sem við kallum í dag elliheimili eða öldrunarheimili eða hjúkrunarheimili eða eitthvað svona en auðvitað ertu með á Íslandi auðvitað út með þessar nunnur náttúrulega Karlsson kirkjan náttúrulega með spítalana og Landakotsspítala auðvitað og Sankt Jósef spítala og svona þetta voru náttúrulega enga og það er þetta áhverð að þetta er Karlska kirkjuna er raun og veru náttúrulega Karlska kirkjan stærsta velgjörðarfélag í heimi en maður lítur á það sem svo þegar það sjálfstæða velgjörðarfélag því Karlska kirkjan brauðfæðir held ég milljónir á degi hverjum og eru með náttúrulega ennþá með hinn og þessi verkefni allan heim sem þá hluti náttúrulega bæði á trúboði og náttúrulega líka þessar almennu þjónustu og áherslu það er eins til dæmis þannig mikið af sjúkrahúsum og sjúkrastofnunum og mentastofnunum líka út í heimi þetta var oft stofnaði með þetta af trúboðum og eitthvað svona hugsjónafólki og þetta er áhugavert ég las bók sem fjallaði hvað fjallaði bókinum? Jú, fjallaði hún ekki trúboða í Mið-Austurlöndum og svona stofnun háskóla í Mið-Austurlöndum það var allir þetta áhugavert það var svolítið komíst það var svolítið svo fyndið það voru oft trúboða allir bandarskir kannski sem héldu til Mið-Austurlönda á 19. öld með ekki bara stjörnur í augunum kross í augunum og nú ætlaðu þeirra kristna múslimanna og dreifa guðspjallinu og eitthvað slíkt en sér var það áhugaverðar þegar þeir mættu síðan hvort það var þá í Líbanon eða Sýrlandi eða hvað það var þá hafði fólk sem engan áhuga að hlusta á eitthvað biblíutal en það sem þessi trúboðar oft höfðu var einmitt eitthvað þekking hvort þetta voru kennarar, þetta var mentafólk eða voru jafnvel læknar og eitthvað slíkt þannig að þá fóru menn oft úr því að vera að leggja aðaláherslu á trúboðið og snýri sér meira og meira að þá menntun eða heilbriðismálum eitthvað þannig og þannig einhvern veginn vatt það séð meira upp á sig en þá sáu menni að það var gott að blessa að tala Jesú og allt þannig en það var svo gífurlega fátækt og það er engin skóli í þorpinu það er ekkert sjúkrahús hérna það er engin heilbrigðisþjónusta og þá fóru menn einhvern veginn að setja meiri kraft í það og það töluvert af ég held að megni á svona alþjóða háskóla til þessi Mið-Austurlöndum sem stofnaði með eitthvað svona trúboðum það er mjög áhugaverð saga og þetta er góð punktur sko sem maður gleymir oft sko eða spáir ekkert oft í þeim þetta bara rosalega velferðaríki sem við búum við í dag það er svolítið svona eftirstríðsfenómen sko og þetta er náttúrulega svo íslenska ríki skilur fyrir stríð en náttúrulega bara svo lítið og fátækt skilur og er náttúrulega bara svona að komast á lappirnar sko og náttúrulega breytist þetta allt með stríðinu náttúrulega eins og við þekkjum og það gerir það þetta í sögu Rauðakrossins líka Rauðakrossin eins og ég sagði hann var náttúrulega basla mikið fyrir stríð og höfðu náttúrulega helstu tekjur sínar af sko merkjasölu voru alltaf með þarna ég man ekki hvort það sé ennþá þannig en hversu lengi það var alltaf á 20. öld sko alltaf stóra merkjasalan á öskudaginn sko öskudagurinn var svona þá fóru þeir út og voru að selja merki sko merki Rauðakrossins og það var mikil tekjulind það var nú áhugavert veistu hvernig þeir fjármagna sig í dag? Ég held að sko Rauðakrossin alþjóða Rauðakrossin er náttúrulega risastofnun sem er bara að velta gríðalum fjármunum ég held að sé mest allt framlög frá ríkjum sko af því það lítur að samt þeir þurfa að passa sig líka á hvað að taka mikið frá ríkjum upp á hlutleysið það verði ekki of háður einhverjum en það getur verið að það hefur verið nefnt sem gagnrýni á Rauðakrossins í einhverjum tilfellum en ég sem ekki það orðið mikið var við það sko nei en hérna
ég þekki ekki ég veit að náttúrulega þegar maður svona geta kynnt sér það sko ég þekki ekki nákvæmlega hvaðan flestu tekjurnar koma en náttúrulega Rauði krossinn auðvitað er með alveg fullt af starfsmönnum ég sé þetta bara ég er á Wikipedia núna að það eru cirka 180.000 starfsmenn alþjóða Rauða krossins eða hennar alþjóðlegu Rauða kross og Rauða hálfmána hreyfingar í heiminum sko já og 16,4 milljónir sjálfboðaliða já allan heim og Rauði kross Íslands sem með mikið af starfsfólki líka og þetta eru stór samtök já, mjög svo en maður sér það svo til mis með hérna þú veist þetta alþjóða samstarf sko að eins og í skjalasafninu þetta var mikið af þú veist brefaskriftum þú veist við alþjóðasambandið og alþjóðasambandið náttúrulega studdi við þá með því að senda svona fræðslu efni og voru að senda þú veist kvikmyndir sem þau voru að sýna og einhverjum tímapunkti buðust til að senda þeim svona veggspjöld já þú veist svona eins og voru vinsæla á fyrirluta 20. aldar svona áráðus veggspjöld sko með einhverjum svona myndum og einhverjum svona texta sko já buðust mér þess að til þess að sko útbúa það fyrir á sko á íslensku og svona en þeir höfnuðu því sko ok af því að það þótti ekki sko að, þú veist Íslendingar eru nú gáðan en það sko að þurfa að fá eitthvað svona veggspjöld sem eru hönnuð fyrir eitthvað svona heimskan, útlenskan borgarlýð já, það er einmitt það minnum átt að kending kemur hann en síðan ætla að koma ameríski Rauði krossin í stríðinu og gaf þeim mikið af dóti sjúkrarúm og alls konar vistir og gögn og ég held að Rauði krossin taki svolítið stakkaskiptum eftir stríðið svo allt íslensk samfélag gerir í stríðinu já og í samskiptum við Bandaríkin náttúrulega blessa stríðið en og það er auðvitað góða punktur af því að mjög mikilvægt í sögur Rauða krossins sem er náttúrulega þú veist hlutverk hans í seinni heimsstyrjöldinni af því að það sem var auðvitað gert þar var auðvitað að sko Rauði krossinn samkvæmt sko alþjóðareglum þá voru þeir sko, þá höfðu þeir aðgang að stríðsföngum skilurðu og átt að sjá til þess til dæmis að stríðsfanga myndu fengu leyfi til að senda bréf heim og annað og Rauði krossinn var í viðteku sko starfi það til dæmis að senda matarpakka og gjafir og annað til fanga og þetta er svolítið merkileg saga auðvitað sem oft hefur verið nefnt þetta sko hlutverk til dæmis sko það var ekki sænski Rauði krossinn því náttúrulega Svía voru hlutlausir sko sem voru svolítið í samskipti við Þjóðverja náttúrulega sem voru náttúrulega með þessar alræmdu fangabúðu sínar sko já og hvernig var sagan aftur á þessum hvítu rútum að þetta því var það ekki sænski Rauði krossinn? Það hugsa þegar Jú, það var sænski Rauði krossin einmitt það sem þeir fengu komuð hvítar Rauða kross merktar rútur og náðu að bjarga alveg 1000 fórnarlamba helfararinnar já það er þessi Bernadotte greifi sem er nafn sem hefur oft verið nefnt fyrir því já, þetta var 1945, þetta var í mars já það áttu þeir upprunalega að fá að bjarga bara Skandinavum sko en enduðu með því að bjarga hér eins og ég lesi 15.500 fórnarlömbum helfararinnar já og þetta er alveg frækt dæmi en það voru fleiri svona dæmi þessi Rauði krossin var að senda gjafir og við vitum til þess að íslenski Rauði krossin tók þátt í þessu líka og mitt sagt frá því í bókinni sem ég nefndi íslenska Rauða krossin það sem er vitnað í hann Leif Muller sem er þessi íslenski maður sem var í Sachsenhausen það sem hann er vitnað í hann þegar hann lýsa því þegar hann fekk sko gjafapakkan frá Rauða krossinum í fangabúðunum sko hversu mikil guðskjöf það var sko að fá að líða eins og manneskja sko í nokkra klukkutíma að fá okkur góðan mat og sígarettur og eitthvað svona en svo var þetta þannig sko að Rauði krossinn fekk að koma inn í Þýskaland og fekk að skoða búðir og þá sko af því að þeir eru svo hlutlausir sko þá þetta náðu þeir ekkert að sko
sko, það hafði þetta verið gagnrýnisraddir með því að benda á skilur hérna, þú veist, þetta er kontroversi skilur að Rauði krossin gerði ekki nóg til þess að bjarga fórnarlömbum nasismans í seinni heimsstyrjöldinni sko. Já. Og til minnst svo þýskir Rauði krossin sérstaklega það var bara algjörlega undir hælnum á nasistum auðvitað en sko líka svissneskir Rauði krossin alþjóðaráðið skilur sem að fór til Þýskalands og var í þú veist fangabúðunum og kom svo tilbaka og sögðu endur tóku bara einhverju upplýsingar sem var matað í þá skilur frá nasistunum og svona þeir voru svolítið gagnrýnt fyrir þetta eftir stríð en sko þetta hinbógin þá náttúrulega var þetta eina sem gett mögulega verið einhvers konar mannúðar aðstóð til þessa fólks sem að var í fangabúðum nasismans Já, algjörlega, það er mjög góð punktur það er alveg rétt og mjög góð punktur en það er líka það sem er svo erfitt náttúrulega líka með hlutleysið það náttúrulega líka að fylgja því auðvitað ákveðin annmarkar eins og Rauði krossin auðvitað í seinni heimsstyrjöld og auðvitað er það náttúrulega kannski ákveðin takmörk sett fyrir því hvað þið gátu en að sama leyti, við getum alveg pottið náttúrulega ef Rauði krossin hefði ekki verið hlutlaus og þá náttúrulega hefði getað unnið margfalt minnastarf Já það var ennþá takmarkaðar hvað þeir hefur getað gert Einmitt. Já en það má svo sem skjóta því inn að við sögum það frá því að Dunant hafði fengið þarna friðarverðlaunin 1901 Já en Rauði krossin sem samtök fengu einmitt friðarverðlaun Nobels fyrir öll árin 1914 til 18 og svo aftur í seinni heimsstyrjöldinni Já það er mjög áhugaverð saga Já þetta er náttúrulega líka bara svo stórt en náttúrulega efni fyrir heila þátt en Já, einmitt Já, mjög svo Heyrðu en það er eitt sem maður langar að segja þetta lókum íslenska Rauða krossin, nú er ég búin að blara hérna heil lengi um þetta sem er mjög áhugavert sem er svolítið sérstætt sko, Rauði krossin á og rekur allar sjúkrabifreiðar á Íslandi Já sem eru þú veist, 80 og eitthvað talsins samkvæmt vefsíðu Rauða krossins og þetta er svolítið sérstætt því að þetta rætur sína sko til 1920 og eitthvað þegar þess að fyrsti sjúkrabíllinn kemur til Íslands sem var þá sjúkrabifreið Reykjavíkur, það var Reykjavíkurbær sem var að reka hann og Rauði krossin kaupir síðan aðra sjúkrabifreið sem að þeir eru þá nota til þess að stunda sjúkraflutninga út af Reykjavík Já. Þannig að þetta hefur alltaf verið á könnu Rauða krossins að reka þessa sjúkrabíla og tímbilið þá held ég, já síðan var gerður samningur held ég við bæinn setna það sko að þeir tóku yfir að reka þess að sjúkrabíl Reykjavíkur pældi þeir voru með einn sjúkrabíl skilur við og svo kom hann þessi tveir, það voru 2 sjúkrabílar milli 1920 og 30 þriði sjúkrabílinn kom síðan annað eitthvað en setna og þess vegna er það þannig núna sjáðu til að á Íslandi takti eftir þessu hlustendur geta tekið eftir þessu næst er þessi sjúkrabíl að hann er þá með Rauða krossmerkjun á sér ef mér skjátlast ekki allavega síðast þegar ég tók eftir þessu en þú sem byrði í Noregi næst þegar þú sér sjúkrabíl takt eftir því að norsku sjúkrabílarnir eru ekki með Rauða krossmerki á sér vegna þess að Rauði krossin kemur ekki að því að reka sjúkrabílina í Noregi sko. Þar eru þeir með svona bláa stjörnu sko, 6 arma stjörnu, hvað heitir hún, lífsstjarnan eða eitthvað það fylgjast með þessu okay. og stafurinn hérna, þú veist stafurinn hérna með slöngunni man ekki hvað tákni heitir stafur Asklepios er það ekki já, sem var grískur guð lækninga og eitthvað svoleiðis ég held að segja Asklepios jú, ég held að líka en já, ég vissi ekki en Rauði krossin rekur hann sjúkrabifreiðar líka annar staðar eða er þetta bara á Íslandi, veistu eitthvað um það eða veistu af hverju hann ennþá með þetta okkur er ekki ríki búið að taka yfir, minnst það áhugavert já, ég veit náttúrulega ekkert hvernig þetta er annar staðar en ég held að þetta sé frekar Nei, en veistu hvernig það er í Noregi, er það kommunurnar eða er það
ríkið, sveitafélagið ríkið sér reka þá hlýtur að vera Sjúkrabíla. ríkið Já, var það ekki? vegna þess að spítalarnir eru reknir af ríkinu Já, og sjúkrabílarnir hljóta að heyra undir spítalan eða sérst stofnanirnar sko sem að sér spítalun sko. hérna bara skjóta hérna sjáum við afleiðingar velferðarkerfisins og hvað eftir stríð við vitum ekki einu sinni hvernig þetta er skipulagt eða Nei. hvernig þetta er byggt upp því þetta er svo sjálfsagða hlutir og maður hefur aðganga þessari heilbrigðisþjónustu það er þetta áhugavert veist. Já. Eins og bara heima á Ísland eins og Íslandi, veist ég ekki hugmyndum Rauði kross sem myndi reka sjúkrabíluna Nei, þetta er stór hluta þeirra starfi sko held ég og þá náttúrulega að sjá þeir að þú veist að útbúa sjúkrabílum býst ég við sko ég tala náttúrulega sem ég sé eitthvað að vinna fyrir Rauða krossin ég er bara að lesa þetta sko ég er ekki sérfræðingur í þessu sko Nei, ég er ekki sérfræðingur í þessu heldur Já Einmitt. En þú ert allan á Rauða kross þú getur kallaði Rauða krossmann þú ert með nýtur sérstakra verndar sem herprestur á vígvellunum Nei mitt grínast með að ég mitt á ráðstöfnunni sem ég var með hinum herprestunum eða Bríkstut stríð þá tekið bara upp kortið mitt og síni óvinnunum það það mátti ekki skjóta mig Ég ætla ekki með þess að tala um þetta og ég held að það sé verið, því þú varst að segja mér að þú er að kenna þetta en hvað kallar þetta krígens fólkerett eða mannúðar lög stríðs Já. sem að við ættum aðeins að skoða og það er beintengt Rauða krossinum en nú erum við eiginlega komnir á tíma þannig að spurning hvort að við tökum það kannski bara í næsta þætti Já, spurning hvort við bara gerum það Já. Þá segjum við það gott að þessu tali hér í dag gott fólk við snúum hér aftur í næsta þætti og ætlum að ræða aðeins betur þessi málefni við minnum hlustundur á vefsíðu þáttarins söguskoðun.com nýja vefsíðu þáttarins sem hleypt var að Stokkhólmi hér í þessu mánuði og sjáumst hér fjallres í næsta þætti verið sæl